Hörður Sigurjónsson, aðstoðarhótelstjóri á Hótel Ísland. Hvernig hefur tekist hér í kvöld? Ég verð að segja það hefur tekist mjög vel og ég er mjög stoltur af þessu kvöldi. Ég er fyrst og fremst stoltur af starfsfólki í staðarins hérna, Hótel Íslands. Það hefur staðið sig frábærlega vel. Allt staðist áætlun? Allt staðist áætlun og ég tala nú ekki samstarfi við stöð 2 hefur alveg verið upp á 10, eins og maður segir. Þetta er búið að vera mjög ánægjulegt að vinna með þessu fólki. Hvað eru margir í húsinu? Hvað voru margir í mat? Það voru rétt rúmlega 600 manns í mat, en núna eru svona cirka rétt rúmlega 900 manns í húsinu. Og það ætti að vera vel góð stemming hérna sem er að myndast fyrir krýninguna? Já, mikil stemming. Það er búið að vera mikil stemming hérna eins og fólk hefur kannski tekið eftir. Og já, það er mikil stemming og verður, það er stígandi í stemmingunni. Finnst þér, er þetta öðruvísi kvöld heldur en þið voru á Broadwayinu? Varst þú hérna yfirþjónn þar þegar keppnin var haldar? Þetta er miklu stærra í sniðum heldur en að vara á Broadway og svona miklu fagmannlegra unnið heldur en að vara á Broadway. Það að vísu keppningarnar á Broadway voru mjög skemmtilegar, en þetta er reynslan kennir okkur það að þetta er orðið miklu svona, hvað maður að segja, á slæmur íslensku meira professionalt, svona nær því sem er að ske út í heimi. En samt held ég það að við getum verið stolt af þessari keppni, því við erum að gera miklu betri hluti heldur en margir aðrir að gera út í heimi. Svo af því að þú ert nú hótelstjóri, aðstoðarhótelstjóri hér á Hótel Ísland. Hvenær á hótelið að opna? Já, hótelið það opnar eftir ár. Stefnum að því að opna það núna 1. í maí 1989.
það var nú ekki langt í það, þannig að maður getur komið hér og skemmt sér og gist í leiðinni. Já, eins og ég segi, þessi staður er í mikilli sókn. Þetta er mjög glæsilegt hús og verður glæsilegra með hverri vikunni sem líður því að húsið er ekki búið og þetta er í stöðugri mótun og hótelið kemur svo hægt og sígandi inn, þannig að þetta verður mjög glæsilegt hús þegar það er búið. En svona í framhjáhaldi, ert þú búinn að velja þér stúlku kvöldsins úr þátttakendanum? Þú vilt kannski ekkert segja? Svona persónulega fyrir mig, ég er með tvær í huga, ég er ekki tilbúin að gefa þér á þessu stigi. Einmitt það, við bíðum spennt fram að krýningu. Það lítur nú að fara að líða að þessu, að við sjáum það hver verður valin hér fallegasta stúlkan. En kvöldið í kvöld hefur verið mjög glæsilegt og vel að öllu staði hér frá Hótel Íslands hönd og framkvæmdaaðilunum öllum. Eitthvað sem þið langar til þess að koma svona framfæri? Ég vil bara endurtaka þakklæti mitt til fyrst og fremst starfsfólksins og samstarfið við Stöð 2. Þetta er búið að vera erfitt en mjög ánægjulegt og ég hugsa bara gott til glóðarinnar í framtíðinni því að þetta verður árviss viðburður og það verður gaman að takast á við þetta því að þetta er virkilega spennandi. Takk fyrir Hörður. Hafís búið. Dómnefnd hefur nú gengið í salinn því að líða fer að krýningu og spennan fer að ná hámarki. Blómaskreytingarnar hér í salnum og sviðinu eru frá blómaversluninni Blómavali í Sigtúni. Við minnum á að Íslensk blómarós er nú að stíga á svið í Taívan þar sem fram fer keppni titilinn Ungfrú Alheim. Það er engin önnur en Anna Margrét Jónsdóttir, fegurðardrottning Íslands 1987, sem hefði að öðrum kosti krýnt arftaka sinn hér í kvöld. Við óskum Önnu Margréti velfarnaðar í keppninni. Hápunktur kvöldsins er nú að renna upp og spennan að verða óbærileg. Og við biðjum fegurðardísirnar að ganga á svið og við fögnum þeim vel og innilega. Áður en krýning fer fram langar okkur til þess að vekja athygli á heiðursgestum kvöldsins. Það eru þeir Davíð Oddsson, borgarstjóri, Richard Burchinell frá Topshop í London og Krish Naidu sem stýrir fegurðarsamkeppni Írlands. En við ætlum að biðja 2 heiðursgesti að ganga hér á svið. Það eru þær Magnea Magnúsdóttir sem var í öðru sæti í keppninni í fyrra. Hún hafnaði í 4. sæti í keppninni Ungfrú Evrópa 1988. Magnea Magnúsdóttir. Og hér er komin Magnea Magnúsdóttir.
við ætlum að biðja Sigríði Guðlaugsdóttur sem var í 3. sæti í keppninni í fyrra að koma á sviðið. Sigríður hafnaði í 3. sæti í keppninni Miss Wonderland á dögunum. Og þá að fá umslegin frá dómnefndinni. Keppendur hafa valið vinsælustu stúlkun úr hópnum og það María Baldursdóttir sem hér komin með umslagi sem geymir nafn hennar. Og vinsælasta stúlkan Halldís Hörn Höskuldsdóttir. Ljósmyndarar hafa valið ljósmyndarfyrirsætuna úr hópnum og það Friðþjófur Helgason sem kemur hér með umslagi sem inniheldur nafn hennar. Og ljósmyndarfyrirsætan 1988 Sigrún Eyfjörð. Og við biðjum Örn Guðmundsson að koma hér upp og afhenda umslagi sem geymir nafn stúlkunar sem lendir í 5. sæti í keppninni í ár. Og stúlkan í 5. sæti Sigrún Eyfjörð. Þá komin hingað Sóley Jóhannsdóttir sem ætlar að afhenda mér umslagi sem geymir nafn stúlkunar sem lendir í 4. sæti. Í 4. sæti Guðný Elísabeth Óladóttir. Sigtryggur Sigtryggsson kemur hér með umslag sem inniheldur nafn stúlkunar sem lendir í 3. sæti í keppninni. Og í 3. sæti í keppninni í ár Guðrún Margrét Hannesdóttir. Þá ljóstrum við upp nafni stúlkunar sem lendir í 2. sæti. Það Erla Haraldsdóttir sem ætlar að afhenda mér umslagið. Í 2. sæti í keppninni í ár Guðbjörg Gissuradóttir.
í hámarki. Ólafur Laufdal, formaður dómnefndar, afhendir okkur umslag sem inniheldur nafn stúlkunar sem hlytur titilinn Fegurðardrottning Íslands 1988. Og Fegurðardrottning Íslands 1988 er Linda Pétursdóttir! Ljósmyndara að ganga frá, svo Fegurðardrottning Íslands 1988 geti gengið fram. Engin þreyta eftir erfiðar æfingar? Það er sjálfsagt þreyta en ég finn ekki fyrir þessa stundinu. Hvernig hefur undirbúningunum verið, finnst þér? Er þetta erfitt? Já, þetta er búið að vera mjög erfitt og strangt. Mikið á gönguæfingum og megrunum og öllu því líka. Allar þurftu að fara í megrun kannski? Nei, ekki allar. Ekki voru nokkur. Núna var þetta augnablik sem að þegar nafnþetta tilkynnt mikið geðshræringa augnablik. Já. Hver var hugsunin hjá þér fyrst? Ég bara man það ekki. Þetta er alveg svo svakalega. Já. Og hérna er kannski hægt að segja að þreytan við langar og erfiðar æfingar hafi valdið þessu að Fegurðardrottning að gráta stundum við krýninguna? Já, örugglega. Hvað heldurðu svona ef þú lítur yfir síðustu daga muni lifa lengst hjá þér í minningunni? Kannski orðfyllsnefnt að segja til um það? Já, ætli þess ekki bara félagsskap? Já, félagsskapin, gaman að kynna stelpunum og bara yndislega stjórnendur. Og krýningin náttúrulega? Já. Hún seint líður minni? Já. En
En hvað heldur að taki við hjá þér? Ertu nokkuð búin að gera þig grein fyrir því? Jú, ég er búin að gera mér smá grein fyrir því, sko. Ég mun bara reyna að standa við stykkinu og kynna land og þjóð vel og ég get. Byrja skildur fegurðardrottningar kannski strax í fyrramáli eða farið frí morgun, farið svo út? Nei, ég held ég að mæta á Borgarspítala klukkan 10:30 í fyrramáli. Þannig það er ekki lítið svefn. Já. Segðu okkur svona, auðvitað, er fegurðardrottning Íslands trúlofuð? Nei, það er ég ekki. Þú ætlar kannski að vera eftir á dansleiknum í kvöld, Já. Skemmta þig fram á rauðum morgun. Já. Og lítur kannski björtum augum til ásins sem framöndan er? Já, það gerir ég svo sannarlega. Já. Var ykkur gerð grein fyrir hvaða skyldur liggja á herðum fegurðardrottningar? Hvað er það sem að tekur við hjá þér, veistu það? Það er náttúrulega Miss World-keppnin sem að, það er hún ekki í nóvember, held að. Og svo verður maður náttúrulega að halda sér í góðu formi og vera skikkanlega til að fara og bara það er að telja upp alveg endalaust, held ég. Og þú verður örugglega öllum til sóma. Linda Pétursdóttir, þakka að kærlega fyrir og óska til hamingju og velfarnaðar. Takk fyrir. Á æfingu sem eru að koma.